Já, góðan og blessaðan daginn, það útvarpsþátturinn eini sanni sem tekin hér við klukkan áður en 1 og rúmlega þá að Gunnar Ásgeirsson og Rekku Vestason sem að sita hér með ykkur kæru hlustendur til klukkan 3 í dag. En í þættinum í dag. Já, þá ætlum við að tala svolítið fótbolta. Já. Og aulana sem að iðka þessa íþrótt og ennþá veri aulana sem að hafa gaman að henni. Já, við tveir erum ekki mikil fótboltamenn en það er náttúrulega sumir sem hafa áhuga á þessu og það er náttúrulega bara besta mál fyrir þá. En við viljum svona tala okkar skoðun, hvernig skoðun á þessu hvernig þetta lítur út fyrir þá sem hafa ekki áhuga á fótbolta. En fótboltinn, það er svona íþrótt sem allavega við tveir höfum ekki skilið hvernig þetta að, eða svona, allavega mér finnst ekki gaman að það sjálfum að horfa á fótbolta og hef lítinn áhuga á því bara. Já, mitt í síðasta þætti og síðustu 2 þáttum þá vorum við svolítið að tala menntamál og við vorum mjög ósammála stærðfræði. Ég er svona stærðfræðinörd og ekki Gunni og svona vorum svolítið ósammála þetta. En núna fundum við eitthvað sem við erum alveg sammálum að við séum ekki að fíla og hafa gamna og það er einmitt fótbolti. Já. Og nú var einmitt íslenska landslið að tapa ennina ferðina fyrir skotum. Já. Mönnum sem að klæða sig í kvenmannsföt og gangum með berans brellanandi pilsi allan bæinn. Já, já. Og þessum mönnum töpuðum við fyrir. Mhm. Og við erum búin að tapa trekk í trekk núna bara fyrir hverri þjóðun á fætur öðru annari. Já. Alltaf er samt auðvitað miklum skattpenningum í fótbolta og þú veist mikið gert undir fótbolta á Íslandi og þó að við getum aldrei neitt í honum og við náttúrulega höfum náðu ágætlega langt í handbolta og meira að segja körfubolta núna, þá erum við landsleik en einhvern veginn samt er þetta allt fótbolta á Íslandi. Já, ég allavega til það sem ég hef verið að pæla í svo oft í fótboltanum, það er mikið af kvenmönnum og eiginkonum sérstaklega sem að eru alltaf svolítið að bölva því að kallinn hangi bara frá sjónvarpi og klápa fótbolta alltaf það fyrir HM og svona það er bara virkilega stæm tímabil að meðan það er allavega og konar vilja ekki horfa á þetta en kallmenn, þannig ég hef svolítið verið að hugsa hvort við séum ekki draumur allar að kvenna að vilja ekki horfa á fótbolta. Við náttúrulega reynum alltaf að halda í voninum að við getum verið draumur einhverja kvenna. Já, já. Þannig að það er kannski ágætt. Það er kannski einhvern veginn hægt að fara á höstla út á það að fíla ekki fótbolta. Heldur þú myndir nota það sem svona pick-up línu? Ég horfi ekki á fótbolta. Já, ég meina já, það er aldrei að vita. Já, en að ég veit ekki, mér finnst fótbolti, ég hef gefið þessari íþrótt séns tvisvar. Einu sinni var á HM 94 af því það horfi næstum allur heimurinn á þetta. Já, já. Og mér finnst það ógeðslega leiðileg íþrótt. Þannig ég hef svona reynt, þú veist, það kemur svona alda af áhuga eins og HM eða EM. Já. Og HM 94, þá reyndi ég að gefa sér séns og horfði á einhverja leiki. Svo kom úrslitaleikurinn og það var markalaust jafntefli. Þetta er að vera bestu þjóður í heimi og þeim tekst ekki eins og sparka sem bolta í mörkin einu sinni á einhverjum 90 mínútum og 45 mínúta framlýningu líka. Já. Og svo var vítaspyrnu keppni í endan og einhver þjóðar heti hann í vítilum, Roberto Baggio sem er örugglega með milljarð í laun á árið eitthvað. Hann hitt ekki einu svona markið, hann brendi af markinu og frá grenja og þannig endaði þetta. Já. Og ég hugsaði bara, ég var alveg líka til í að fá milljarð fyrir að þú get ekki hitt bolta á mark á færi þegar enginn er að reyna að stoppa mig. Já, og bara eitt sem að ég hef reynt allavega um æfina en ég hef ekki náði alveg, ég hef aldrei allavega á æfinni hort á heilan fótbolta, bara sest niður þegar hann byrjar, kveikt á sjónvarpinu, hort á hann bara allan og þá getur það að koma hálfleikur, þá stendur maður upp og fæst sér vaskglas eða eitthvað og ég aldrei hort á heilan fótboltaleik og þó ég hafði reynda. Ég skipt aðeins yfir í gær þegar Skotanir og Íslendingarnir voru að spila og ég bara eiginlega gafst upp með að það var ekkert að gerast. Já, bara síðan að Bjössi Beri fjall frá, þá náttúrulega hefur bara ekkert gerst í íslenskum fótbolta. Nei. Það var þó allan eitthvað svona aksjón, eitthvað fréttnefnt þegar hann hljópin á vellina svona allsber. Já. Og þá tókst Íslendingum stundum jafnvel að vinna eða gera jafntefli af því að hinar þjóðarnar voru svo miklu sjokk en Íslendingar voru bara vanir honum. Bjössi, blessaði maður. Veist, og við vonum bara að löggan tók hann og svona. Já. En bara síðan að hann hætti þessu og fjall frágreið þá bara hefur ekkert verið neitt sem að spennandi sem er gerst í fótbolta á Íslandi. Nei. Og hver er tilgangurinn að sparka í bolta? Hann finnur ekki til, skilur við. Akkur þetta er eins og berja púða eða eitthvað, þú veist, í svona einhverju frústrasjón. Já. Þetta er tilgangslust. En alltaf sumir sem hafa gaman að þessu en er bara með svolítið einaft og líka ég gafst upp bara á því að horfa á þetta gera með þess ekkert verið að gerast og kannski á 90 mínúna leik að sem búið að skora 2 mörk á 90 mínútum bara svona allt og lítið aksjón að mínum mati. Já, og svo markalaus jafntefli.
þú veist, þeir eru bestu lið í heimi og þú veist, hver maður með miljard á ári í laun eða eitthvað og það eru, þú veist, 22 manns eða eitthvað þarna inn á vellinum, allir með miljard í laun og þeir geta ekki eins og skorað eitt mark. Nei. Og mér svo fólk svo talar svona fótbolta aðdáenda fólk svona, já, það er alveg saman, þetta var svona góður leikur og góð tækni og góð færi og eitthvað, þá hafa enginn skorað. En ég meina, ef ég fer út á lífið, skilurðu, og reyni við hverja stelpuna á fætur annari og fer heim og, þú veist, nei, ég er ekkert svektur, ég meina, ég átti þarna góð færi og, þú veist, ég laði mig hart fram og þú veist, skilurðu, bara, nei, ég fer bara heim og grenja, skilurðu. Og það ætti þeir líka að gera og bara fara heim og grenja og skamma sín eins og þegar ég er búin að reyna við allar stelpunir í bænum og fá nei hjá öllum, skilurðu, þá fer ég heim og grenja og skamma sín. Já. En það er nú pæling þetta. Já. Og ef hlustundur hafa eitthvað þetta að segja þá síminn 5881994 ef þeir eru sammála okkur að fótbolta þessu svona frekar lítið áhugaverð íþrótt. Já, þeir megin náttúrulega líka hringja til að verja fótbolta. Algjörlega, sko. Við tökum aldrei gagnrýni eða öllum álitum. En svo finnst mér verst fólk sem talar fótbolta, svona fótbolta aðdáendur. Já. Að það er oft bara alveg heilu umræðunar í kaffitímunum hvaða fótbolta maður var seldur hingað og keyptur þangað. Þeir tala ekki eins og íþróttin, það er bara þessi var seldur og þessi var keyptur, já, og þessi er ekki að bjóði í þennan og eitthvað svona. Já. Þú veist, ég meina, þetta er svona eins og, þú veist, mannsal og svona, það er bannað með lögum, þú veist, þrælamangari eða ef þú selur konur þá ertu hórumangari, þú veist, eða dólgur og eitthvað svona. En þú mátt selja fótboltamenn eins og sýnist og kaupa þá af því að, þú veist, þeir eru náttúrulega bara fótboltamenn, skilur. Já, skipta milli liða og svo leiðis. Já. Já, og þú hefur náttúrulega ekki hort á leikinn í gær. Nei, ég nefndi því ekki maður. Það var hann að fylta skotum með sekkjapípur og spílanda á þetta á meðan leiknum stóð. Ég náttúrulega sá það á Laugaveginum. Já, ég nefnilega líka. Út gluggan á Laugavegin, maður sjá einhverja skota þannig vera rampum blindfulla. Já, mér skilst það hafi alveg verið 3-4 þúsund skotar hérna, allir skotapilsum, þannig að erfitt að láta þetta fara fram hjá sér allavega. Já, en mér finnst bara frekar svona ömurlegt að Ísland sé að eyða öllum sem peningum í fótbolta. Skattpeningar okkur sé að fara í þetta og svo getum við aldrei neitt í þessari íþrótt. Nei. Okkur er alltaf rústað. Og ég var reyndar út í Austurríki þegar að EM var. Já. Allir voru djöðlir til heppin að vera að fara út í Austurríkis þegar EM er og ég bara svona, nei. Já, þú hefur ekki verið að fara til Austurríkis til þess að fylgjast með fótboltanum. Nei, ég gaf því séns aftur. En það er allavega komin hlustandi á línu og spyrnum hvað þessi sammála okkur eða ekki. Út að sagða góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða skattpening eru við að borga fyrir að leyfa strákunum að spila fótbolta? Það er náttúrulega að fara peningar í ITR sem að við borgum skatt sem sagt og það er notað meðalans í þetta starf. Hvaða starf þá? Að fá þessi stráka heim og spila fyrir þjóðina eða? Nei, ég meina bara sem sagt fótbolta almennt. Hver borgar fyrir landslið og þeirra ferðir út? Þið viljið þetta að það verði bara allir einhverjir tölvunörðar. Ekki að það sé eitthvað slemt en menn sitji þá bara heima hjá sér og gerir ekki neitt eða? Nei, ég vil kannski borga skattpening eitthvað lið sem geta eitthvað eins og handboltaliðið. Já, það... Sko, þeir geta nú bara nokkuð mikið þessi strákar, sko. Þó að þeir kannski ná ekki alltaf að sína það. Eru þið ekki sammála því? Nei, það því náttúrulega ekki... Þið eru antisportistar eða? Nei, fer bara eftir hvaða sport. Já. En fóruð ekkit í bæinn að horfa allar skosku strákana í pilsunum, bera neðan? Nei, ég vil frekar horfa á kvenfólk í pilsum heldur en kallmenn. Já, ok. Ég hélt að skattpenningurinn færi nú í annað heldur en að borga bara fyrir knattspyrnus karla. Já, hann fer nú meira í annað en það er nú samt þannig að borgum skattpenningu og hann fer að hluta til íþróttastarf og mér finnst svolítið svona óhlutfallslega eitt í fótbolta með hvað Íslingar geta í þessar íþrótt með margar aðrar íþróttir sem eru sem við stöndum ykkur framar í sem ætti kannski að reyna að íta meira undir. Þannig að við höfum að setjast niður og skattpenningurinn okkar á bara greiðast í þá sem að standa sér vel en ekki þá sem að eru að gera þetta þjóð, líkam og sál. Já, mér finnst eiginlega helst að þetta ætti bara að standa sér sjálft í rauninni, að ef að það er peningur fyrir þessu sem kemur frá áhorfendum sem að hafa áhuga á þessu og borga sig inn á leiki og svo framvegis, að þá ætti bara peningurinn að koma þaðan. Já, en ég er ekki samt alveg að skilja hvaða skattpenningur knattspyrnusambandi Íslands er að fá. Fá þeir engan stuðning frá ríkinu? Ég er ekki viss það nefnilega. Þetta er bara knattspyrnusambandi Íslands. Þeir eru jú sjálfsagt að fá einhverja styrki
En það þarf náttúrulega að halda út í þessum liðum, það þarf náttúrulega að fá þessa menn heim hérna þegar þeir eru að spila landsleiki og þegar þeir fóru að spila í Noregi þá komir hingað að æfðu. Já. Og það þarf að borga fyrir þá gistingar og annað sem nú kannski eðlilegt, ekki nema að sé það bara innundir hjá foreldrum sínum eða eitthvað. Nei, það gengur náttúrulega ekki. Nei. Ég held ekki að mömmustrákar sé að fara að sigra landsleiki, sko. Það nú örugglega einhverjir mömmustrákar, sko. Þeir fara þá bara í mat til mömmu. Já. En mér finnst það ekki alveg hægt að setja þetta þannig að skattpenningurinn sem við borgum í skatta fyrir að borga bara fyrir knattspyrnulandsliðið. Nei, hann fer auðvitað í milljón hluti, en einhver hluti á honum fer í íþróttir og þar að meðal fótbolta. Já, ég held, og ég held að þið hljótið að vera sammála því að ríkið og fær þetta margfalt borgað tilbaka með þá heilbrigðri sál og annað gæti verið. Já, það sem ég finnst nefnilega gallinn í þessu er að mér finnst frekar hægt að reyna að styðja eins og ITR og svona, styðja barnastarfið og það þjálfa krakka heldur en endilega að styðja einhverja landslýsmenn eða afreiksmenn. Þeir eru kannski hvatning reyndar fyrir krakkana, þannig að það er svolítið erfitt að segja. Já. Og það er náttúrulega töluvert mikið sem að fer í á okkar skattpenningu sem fer í yngra starf. Já, þeim er meira því betra, segi ég, sko. Já, það er alltaf hægt að gera meira. En við þurfum náttúrulega að hlúa líka öðru. Við sjáum til dæmis ljósmaður núna. Já. Þannig að það þarf nú líka að hlúa þeim. Þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að skoða, en mér fannst svona fyrst þegar þið voru að tala um þetta. Já. Að þið eru greinlega á móti fótbolta. Og finnst bara leiðilegur. Já, leiðilegt, ok, ykkur finnst leiðilegt að horfa á íþróttir. Við vorum alltaf valdir síðast í grunnskóla og við erum svolítið betri látum við í marki og svo hýjað okkur þegar það var skorað okkur, þannig að við erum svolítið betrir. Já, við hefum það bara verið betri í einhverju öðru. Það var einhverju góðir fótboltastrákar hóað í ykkur ef þeim vantu aðstoða starffræði eða eitthvað. Já, veistu það meira sér, Eiður Smári var með mér í grunnskóla og hann gat rakið heldist boltan hraðar en ég gat hlaupað á eftir honum. Þetta náttúrulega var bara niðurbrjótandi andskoti, sko. Já, svona er þetta. Maður jafnaði sig ekkert eftir svona, sko, í bráð. Nei, en það var allavega þetta sem að mér fannst, Mér fannst þeir nú reyndar ekki vera nógu góður í gær, en það er svona, það sýnir okkur líka að þetta eru mennskir, strákar, þó þeir séu að fá borga fullt af penning fyrir að spila með sínum félagslið, ekki frá okkar skattpenningum. Þó þeir séu að fá borga einhver flug eða eitthvað. Já, ég kann ekki alveg skila á nákvæmlega penningaflæðinni, en ég held samt að félagsliðin fá örugglega einhvern penning frá ríkinu eða bæjunum. Og þar er leiðandi sé verið að borga þeim sem eru að félagsliði innanlands einhvern pening, þeir eru ofta á einhverjum svona vægum launum. Það er alltaf verið að borga félagsstarf í íþróttafélagunum. Já. Og það er þá eyrnamerkt körfubolta eða eyrnamerkt handbolta eða... En mér finnst svolítið svona lélegt ef að það er til dæmis þannig að þeir eru að fá skattpeninga og svo notað félagsgjöld frá einhverjum krökkum sem eru að æfa fótbolta til þess að borga fyrir efriflokkana. Það finnst mér svolítið lélegt ef að það er málið. Já, það er nú reyndar rétt, en það er ekki frá ríkinu, heldur er það bara félögin sjálf sem er að rukka félagsgjöld til litlu krökkunum til þess að geta borgað dýrum þjálfurum í efriflokkunum. En þá er það náttúrulega frekar að nota skattpeningana til þess að leyfa krökkunum að þjálfa ódýrar. Já. Og láta kallana borga fyrir það þegar þeir eru að leika sér sjálf úr sín einvasa. Já, þá ertu bara komin í allt annan pakka, sko. Þá segja strákarnir að ég er svo góður, sko, ég get bara að fara eitthvað annað. Já, þá verða þeir bara að sanna það, en við getum ekki öll náttúrulega verið sammála um þetta og það eru umdeildar skoðanir um þetta. Nei, herri, en við skulum hleyfa fleirum að sjá sig eitthvað. Takk fyrir þetta. Já, takk. Ég man þeim eftir þegar ég var í barnaskóla að fara í leikfimi og svona. Ég var í marki þá. Já, ég var alltaf valinn í mark. Já. Og ég nefndi ekkert, þú veist, ég var að bíða eitthvað heilengi, ég nefndi ekkert að vera með athygli ná þess alltaf, fólk að hlaupa eitthvað og þú veist, boltinn kæmi kannski eitthvað tíma og ég var kannski bara farin að hugsa um eitthvað annað þegar einhver skaut boltinn með marki hjá mér. Já, man vel eftir þessu. En það er eiginlega komið á auglýsingum og skulum bara fá þær í loftið og svo kannski heldum við eitthvað áfram með þessa umræðu hérna eftir, svo minni ég ykkur endilega á það, kæru hlustendur hérna á seinni klukkutímanum eftir 2 fréttir, þá kemur Díana Lind Monsson, ég vona bara ég sé að bera þetta rétt fram, en ég held það allavega, en hún allavega er páfagauka fræðingur, búin að mennta sig eitthvað í svona páfagauka hérna fræðslu og svona og á nokkra páfagauka sjálf og allir er myndið að koma með hérna 2 allt talandi, ég segi nú ekki allt talandi en það tala mikið allavega. Og Gunni ætlar að þrífa stúdíóið þegar hún er farin. Þessur er svo vel þjálfaðir, skils mér. Já. Þannig þeir bara
gera þarfir sínar ekki hvar sem Já, þá haldið þetta útvarpsþátturinn eini sanni Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vésteinsson sitjum hérna með ykkur kæru hlustendur og verðum hérna með ykkur til klukkan 3 en eins og kom fram áðan þá höfum við tveir allavega lítinn áhuga á fótbolta engan bara áhuga á fótbolta bara óbeit á þessari íþrótt Já, og ég fór svona grænslað fyrir það hvort það væri fólk sem hafi verið í okkar stöðu hafa engan áhuga á þessu ekki skilið tilganginn með þessari íþrótt og það nú bara engin annar en Markus Þórósson útvarpsmaður hér á Útvarpi Sögu sem að var einmitt eins og við hafði engan áhuga á þessu en lentu svo í því að fá allt í mikið áhuga fyrir fótbolta og ætlum eiginlega að heyra bara í Markus og bara hvernig þetta hafi verið hægt Já, hvernig þetta hafi verið hægt Markus, þetta á línunni? Já, hér ég Já, blessaður og sæll Sælir, Herðu, hvað segir þokkar? Herðu, við erum bara hressir að sjálfsögðum En þú? Ég bara góður Já, ég sitt hérna með minn fótbolta í fanginu Er það ekki? Já, svo því sem næst Já, klapparnum á meðan þú hlustar á okkur og segir þetta er allt í lagi Er það ekki? Heitir hann eitthvað? Þetta er bara vondi menn Já, heitir hann eitthvað? Já, þetta er knöttur Hann er knöttur, já En þú varst sömu spörum og við hafðir lítinn sem engan áhuga á fótbolta Nákvæmlega engan Já, hvenær var það sem þú hafði svona engan áhuga á þessu? Ég eiginlega bara alla ævi þangað til fyrir svona 4-5 árum kannski Já, og þú nefndir ekki að horfa leiki eða neitt bara Góður, það var nú bara mesta tímasóun sem hægt var að hugsa sér að horfa á 22 fílenda karlmenn eltast við einhvern bolta og leið og þeir loksins náðanum þá reyndu þeir hvað þeir gátt að losa sig við hann aftur Já En að þú segir að þetta hafi verið fyrir 4-5 árum síðan hvað gerðist þá til þess að kveikja svona þína löngun í að vilja fylgjast með þess? Svona fjölskyldu tengt það var manneskja mjög nákomin mér sem fór að vinna hjá íþróttafélagi og smám saman var farið að draga mig á leiki bróðir minn er reyndar mikill fótbolta áhugamaður Já, hefur kannski alltaf verið Og alltaf verið, hann spilaði fótbolta og hefði getað náð langt ef hann hefði ekki slasað sig þegar hann var barnaaldri eða ungur maður og var bara býsna flinkur á meðan ég var þannig að ég var alltaf valinn síðastur Já, eins og við kunni Já, það var með þess að gerist einu sem það var gömul kona sem var alltaf framhjá sem var valinn og undan mér hann alltaf ekki einu svona að vera með Já og yfirleitt var ég þá settur í markið af því að ég var svo ánægður að fá að vera með að ég fórnaði mér öllum eins og ég gat En þú vildir þá vera með? Já, það var nú bara þannig, það var ekkert mikið upp á annað boðið í fásinninu og allir vildu nú kannski vera með í fótbolta og ég var nú meira sér þannig ég hef náttúrulega verið þannig, mér haft gaman að því að byggja upp hluti búa til og skapa og ég stofnaði fótboltalið reyndar þegar ég var svona 12 ára, eitthvað svona þess Og hafði samt engan áhuga? Nei, ekki nokkuð minnst áhuga á íþróttinni sjálfur heldur var bara svo gaman að skipuleggja setja á fótmót, þú veist gera alla þessar hluti Er þetta ekki bara executive sko. Svolítið eins og giftast konu sem hefur ekki áhuga bara til að geta plana brúðkaupið Gæti verið Já Eitthvað svona eins, jú, þetta er svona svipuð hugmynd Já Nema hvað að já, ég hafði ekki minnst áhuga á þessu og fannst ég til dæmis laugardagar fyrir fram að sjónvarpið og horfa á fótbolta varu svo víðsfjarri mér að ég skildi nú ekki væli í fólki sem kvartaði undan því að laugardagarnir fær allir það að kallinn sæti fyrir fram að sjónvarpið og það kemist ekkert að nema fótboltinn og svo hafa farið fram hjá mér 10 heimsmeistaramóta og Evrópumóta og öllu sem við kemur fótbolta en svona síðastliðin 4-5 ár þá er ég meira sjónum þannig að ég fer á völlin ég var á vellinum í gær til dæmis að fylgjast með Íslendingum tapa fyrir skotum Og sérðu eitthvað út úr þessari óreiðu? Já, smám saman ég reyndar, það er eitt sem ég ekki búin að átta mig á ennþá mér finnst það nú reyndar ágætt, það er ekkert gaman að stíla allt í fullnustu ég stíl ekki hvernig menn eru rángstæðir Nei Allt í bara eitthvað flagg og maður ná að stoppa þenni rángstæðir það er svo mikið svona klúður eins og maður kallar í tölvunarfræði skítamix Þegar þú rettar einhverju klúðri eftir á með einhverju svona málamiðlunarlausn þá bara verið einhver víta lína eða eitthvað sem mátt ekki fara inn fyrir eða eitthvað þetta er svo kjánulegt Já, nei, menn mega nú eiginlega fara alveg ofan í markið en það hefur eitthvað með hlutfall andstæðing að gera á móti einu manni sem er að ryðjast upp völlin ég næs ekki alveg Já En það getur örugglega einhver útskýrt þetta fyrir ykkur og okkur og mér En ýmislegt annað stíl ég stíl þegar boltinn fer út af að þessi innkast og það er lið sem að sparka boltanum út af eigi ekki innkastið Ég stíl þegar að maður tekur bolta með hendi innan vítategs að þá sé það nú ekki löglegt nema hann sé markvörður og ég skil líka þegar að menn ráðast hvor og annan og boltinn verður ekki á milli og sá sem að verður fyrir árásinni hann fær þá boltan en svona, þetta er nú mest gaman að horfa bara á
hvað menn eru flinkir að byggja upp til dæmis sókn og þetta vel ákveðin list. Já, en á Íslandi þá getur við alltaf hort á leik þannig að það komi fleiri en 2 sendingar á sama lið í röð. Þeir nú ekki að halda boltanum að 2-3 sendingar í mesta lagi og svo hann bara horfinn eitthvað út af vellinum eða á óvinna liðið eða eitthvað fjandan. Eða í eigin mark eða eitthvað svona. Já, það náttúrulega ýmislegt sem gerist náttúrulega. En ég hef til dæmis rosalega gaman að fylgjast með mínum stelpum þar því að Valsstúlkunum spila fótbolta. Þær eru alveg óbóðslega flinkar. Þær eru bara á við fremstu kallalið í veröldinni ef við viljum fara að bera saman svona eitthvað kynjafræði en þær eru alveg rosalega flinkar góðar að halda boltanum, hann fer mjög sjaldan í eitthvað klúður og það af sem áður var eins og menn voru að lýsa því að ég fylgdist nú ekki með neinu fótbolta heilin gamla daga þannig ég veit ekki hvernig þetta var að yfir var sagt að kvennabolti væri þannig að þetta væri bara eitthvað spark upp í loftið og svo var bara sparka hverju aðra en mjög sjaldan að láta boltan ganga eitthvað en það hefur breyst mjög mikið en það sést það til dæmis á árangri þessara Valsstúlkna núna í undankeppni Evrópumeistaramótsins. Það sigruði hverjum einasta leik. Það bara burstuðu lið frá Cardiff í Wales og Ísrael og bara nefndu það, sko. Já, enda líka stundum þannig að þjóðir sem ekki með gott kallalið í fótbolta eru með góð kvennalið. Já, enda íslenska kvennalið einhvers þar í 18. sæti í kvennaboltanum á heimsvísu, íslenska landsliðið og meðan íslenska kallalandsliðið var í 107. sæti held ég síðast þegar talið var og Bahrein og Grænhöfðeyjar einhverstað langt fyrir ofan. Já, en ég var í Austurríki eins og ég segi, þegar það var EM. Já. Þá ákvað ég að gefa þessu aftur séns og ég horfði á einn leik, Þýskaland móti Austurríki og í laumi hélt ég með Þýskaland en ekki Austurríki. Þeir unnu. En já, ég svo mikill helvítis sturgur Ég var óper í Þýskalandi eins og þannig að ég held mínum ég held minni hotlustu skilur við Þýskaland. En það var svona smá áhugavert þangað til að fyrsta markið var spilað og svo einhvern veginn bara gerðist ekkert og svo var boltinn bara út af og innköst og einhverja meiða sig og grenja og velta sig í jörðinni og þetta var bara halvi leikurinn. Já, þetta nákvæmlega saman upplifun og ég hafði, þetta var ekkert að gera. En hvað kallmennskan líka? Ef einhver brýtur á þér skilur í staðinn fyrir bara kílan tilbaka eða hrinda honum með eitthvað eða taka svona kantónaspark í áhorfendur eða eitthvað svona, að leggjast bara niður og fara að grenja. Já, nú má það ekki nefnilega, það má ekki sparka á móti, þá bara komið slagur og þá voru öllum vísa út á. Já, þá myndi ég skilja þetta. Það er náttúrulega svona eins íþróttagrein sem er þannig að menn mega berjast svolítið. Já, ég get skilið þannig nefnilega. En þetta meiri svona kannski list, þetta er svona eins og skák. Þú þarfst að ákveða að vita hvar samherjinn og þú þarfst að ákveða hvernig þú ætlar að spila upp völlin og ef þú getur spilað glæsileg völlin þá sér þú oft mikið fagnaðarlæti hjá þeim sem hafa áhuga á þessu. Mér finnst þetta alltaf að vera þannig að það er alltaf talað um einhver rosa strategíur og uppbyggingar í fótbolta og eitthvað. Já. Og svo er þetta lið og svona talað þetta nú þarna á styrktalistanum og þeir eru með svona góða sókn og svona góða vörn og svona og þetta og hitt og eitthvað. Svo er þetta kannski Frakkland á Íslandi og Frakkland er heimsmeistar og Ísland er númer 100. Já. Og svo gerist, og svo allt þetta tal, það gerist bara eitthvað random og boltinn skoppar hann á milli þannig að lendir í einhverju marki og það er jafntefli, á milli Íslands og Frakklands eða eitthvað sem eiga að vera 100 sinnum betri. Og svo tala allir þessi fótbolta áhugamenn þetta eins og þetta hafi verið eitthvað strategía og þessi strategía hafi virkað svona og hinn hafi virkað svona og ég vil bara mæla þetta og sjá hvort þetta er ekki bara svona random hvort það er ekki hægt að fá bara sömu niðurstöðum því að skoppa boltanum bara svona random völlin. Ég er nefnilega ekki viss um það, ég held það líka en mér sýnist ekki svona þegar ég fer að fylgjast með þessu en það er náttúrulega eitt sem að það líka náttúrulega gerast í til þess að hafa gaman að svona íþrótt eins og fótbolta eða handbolta eða bara hverri annari flokka íþrótt sem er. Til dæmis eins og blak finnst mér alveg dauðyflislega leiðileg. Ekki kvennastrandblakmaður? Það er nú kannski af annari ástæðu. Já. En ekki vegna boltans heldur boltana. Þess einhver sem skoppar en ekki boltans. Já. En þú þarfst að halda með einhverju liði. Þú þarfst að getur verið gaman að horfa á landsleik milli Íslands og Skota verandi Íslendingur. Já. En ég held að það sé ekkert sérstaklega gaman fyrir einhvern sem hefur svona bara hæfilegan áhuga á íþróttinni að fylgjast með handbolta milli eða fótboltaleik milli Bahrein og Tævan. Því þú hefur engan áhuga á hvor vinnur. Skiptir ekki máli. En þá komum við inn á þetta með bæði fótbolta og handbolta og körfubolta og allt þetta að ef þetta er ekki landsleikir þá er þetta í rauninni bara fyrirtæki. Svona alþjóðlegt fyrirtæki sem kaupir einhverja leikmenn frá alls konar löndum og þetta er í rauninni bara trúarbröð að halda með einhver svona liði. Það er það.
þetta ekkert sömu mennirnir og svo skiptaður og svo kannski, þú veist, liðið sem helst með einu sinni nýtt lið og það kannski verið hundlélegt og samt heldur alltaf með því. Þú heldur alltaf með því, kannski að það er þinni heimaborg eða eitthvað slíkt. Ég get til dæmis, ég hef engan áhuga að halda með Newcastle United eða hvað þetta heitir náttúrulega. Þessum ensku liðum. Já, ég veit ekki nokkuð minnst áhuga á því. Mér alveg, ég myndi ekki staðið meira á sama. Meðan aðrir sko lifa fyrir þetta, að sjá Liverpool vinna Sheffield eða hvað þetta heitir allt saman. Já. En ef þú, eins og ég held náttúrulega með íslensku liði og gerir það bara og er gaman að því. En mér finnst oft samt betra, sérstaklega ef við tökum sko fótboltabullurnar út úr jöfnunni, sem það svolítið verið að stemma fyrir þessu, að það er frábært að lönd til dæmis geti barist í fótbolta eða handbolta eða spjótkasti frekar heldur sé að drepa hvort annað á einhverjum vígvelli. Já, það er að keppa í söng í Eurovision, miklu betra heldur en að fara í stríð. Já. Það er bara gaman að þessu og svo versla bara hver annan þess á milli. En það er eiginlega það sem þess að koma á í öllum heiminum, að menn séu bara að spila fótbolta eða koma upp millireikja deilur, leysa það með góðum handboltaleiki eða körfubolta, fótbolta eða spjótkasti. Já, heldur að Ísraelsmenn get ekki bara senda þessa hörmulugu Deinu International klasskiptingskellingu að gaula á Palestínumenn og þeir myndu sjokkarast í homofóbíu og bara flýja af öllum þessum svæðum sem Ísrael vill eignast. Jú, eða það er ekki bara laust. Senda einhvern álíka yfir til Ísrael. Já, það var kannski mátulegra. Hvor klæðskiptingunum frá Palestínu og Ísrael er betri og síðan bara vinnur svo þjóð sem hefur betri klæðskipting. Já, ég held að það sé svona minna þá í Palestínu. Ég held að það sé... Það má virkilega finna einn. Yfirleitt svona illa liðnir þarna af Arabunum. Já, nei. Séru þeir allir í pilsum. Já. Herru, Markus, eitt sem ég langar að spyrja þeim svona í lokin að þessu. Fótboltabullunar. Þekkir þú mikið af fótboltabullum? Nei. Er það ekki? Nei, íslenskir áhorfendur á fótboltaleikjum eru yfirleitt sæmilega friðsamlegir, svona gera lítið af því að ryðjast inn á völlin eða berja hvern annan eftir leiki. Já. Þó menn séu kannski með svolítið læti á meðan á fótboltaleiknum stendur. Já. Það gerðist svona eitt aldrei fyndið, ég kom með smá sögu af því, ég fór með bróðum mínum á leik milli Vals og Breiðabliks í bikarkeppninni núna í sumar. Já. Þessi leikur fór fram á Breiðabliksvellinum og við sátum Vals meginn og bróður minn er mjög kappsamur. Ég hef nú lægra á vellinum, ég finnst ekkert gaman að öskra mér hátt, ég þarf líka að passa röddina. Já. Og hann hrópaði og öskraði og gargaði endalaust og það sátu einhverja 2-3 vinkonur fyrir framan okkur svona miðjan aldur. Svo þegar leið á leikinn, það var svona 10 mínútur eftir, þá sneri einn þeirra sér við, hvessti augun á bróður minn og sagði ekki hafa svona hátt. Já. Og hann, við erum á fótboltaleik. Já, þeir heyra hvort þeir ekkert í þér, verður ekkert aðeins ösklum. Og hann fyrirgeðu góða ef þú hefur ætlað að hafa lágt og vera svolítið yfirveguð, þá er þetta að fara í óperuna, þetta er fótboltaleikur. Já, þeir heyra ekkert í þér. Já. Svo snýrumst við aftur með þjósti en vinkonur hann voru eitthvað nýtt í hann að byggja hann að vera ekki með þessi. Þetta er svona það sem ég hef komist næst í að horfa á fótboltabullu. En ég held að þessar fótboltabullur þessi slagsmál séu bara af því að fólki leiðist svo mikið á sem heldur í leikjum. Það er markalaust jafntefli og þú veist, vítaspyrnukeppni sem hendar kannski líka í einhverju helvitis jafntefli og eitthvað. Fólk fer bara slást, bara frustrasjón. Já, svo er náttúrulega sálfræðingar halda einu fram til dæmis að þessar bresku fótboltabullur sem er nú kannski mjög algengar að þær séu nú að þessu vegna þess að það er nú erfitt heima fyrir en það sem að þeir sem eru fótboltabullur ætti að gera er að gera eins og skotarnir gera hætta bara að mæta í gallabuxum og einhverjum bólum þetta búa sér bara til einkennisbúning eins og skotarnir gera, þeir hafa bara gaman að þessu þeir fóru út á leiknum allir brosandi og glaðir í gær. Já, ég meina þú getur heldur ekki búið á svipin yfir því hvað þeirra menn spiliðu illa þeir óskuðu öllum Íslendingunum inn í þetta hamingju fólk var að faðmast og kissast þarna og þetta var bara yndislegt. Það er heldur ekki að slást í einhverju pilsi skilur og flaksast upp þau og sprellin þarna út alltaf því að þú mátt víst ekki verið í nærbuxum með skoti. Slást ekki Breiðhart, hann barðist nú. Það er bannað að vera í nærbuxum með sannur skoti, þú mátt ekki verið í nærbuxum undir. Nei, ekki það alveg skoti. Já. En allavega fótboltabullur þekki ekki en þær eru ljótur blettur á, svona bullur eru ljótur blettur á allt, hvort sem það eru bullur sem að fara að slást eftir tónleika hjá popstjörnum eða eftir fótboltaleikja, hvað sem er. Já. Svo það brá ekki við. Ef fólk þarf að slást, þá bara fer það í og æfir nefaleika eða judo eða karate eða eitthvað. En þetta var meira svona í Austurríki á gullaldartímum þeirra. Þá var einhver sem héldi upp á Strauss og einhver aðri sem héldi upp á einhvern annan tónskáld. Og þá voru svona slægir, götuslægir á milli þeirra. Þetta er yndislegt. Þú veist. Það kannski hættir aldrei. Nei. Hugsaði nú ef að fólk gengi nú út úr
tónleikum hjá Sinfoníunni og færi að slást af því að verkið eftir Strauss var betra heldur en verkið eftir Rachmaninoff. Já, eða fólk sem færi í borgarleikhúsi og þjóðleikhúsi, sko, þegar kæmi út úr leikhúsinu færi það buffa hvert annað, sko. Já, myndi bara mætast einhvers í Sigtúninu og fara að slást það eftir leikhúsi. Sniðut, nei, ég mæli eftir með því. Já, ég ætla að þakka þér allavega kærlega fyrir þetta, en hvað þú ert inn í dag, eða það ekki? Jú, ég verði milli kl. 16:18 í síðdeis útvarpi, það skemmtilegu efni þar, gerir ég ráð fyrir. Já. Ef allt gengur eftir sem í vinnslu núna. Já. Herðu, við bara þakkum þér kærlega fyrir þetta inni. Hvað er ágætt að heyra allavega frá svona einum sem að þeir svona snýri alveg blaðinu við og fóru að hafa áhuga á þessu. Já. Frelsaði. Gaman heyri ykkur strákar. Vertu blessaður. Já, Markus Þórðarson, útvarpsmaður hér á Útvarpi Sögum, hann var að segja ykkur hérna af því, já, hvernig hann fór að því að hafa engan áhuga á fótbolta og yfir í að hafa áhuga. Heldurðu Rökkva að við munum eitthvað til mann snúast og byrja að hafa áhuga? Nei, það er búið að reyna þetta við mig og ég hérna á HM 94 og svo aftur í Austurríki. Já. Þegar ég horfði á hann Schweinsteiger, það var aðalmaðurinn í þýska liðinu. Hann heitir Svínalabbari. Já. Schweinsteiger, því er bara svo sem stígur og svín. Já. Og hérna ég bara gati þetta ekki. Já, en síminn er alltaf rauðglóðandi hérna, en við viljum að halda áfram bara með síman til klukkan 2, þegar Díana Lind kemur með talandi pákuka í stúdíóið 2. Það er eiginlega komið að auglýsingum og við höldum að síman til smástund 588-1994. En við vorum allavega hérna, við Rökkvi vorum að tala um fótbolta, við vorum að tala um þetta með augum manna sem hafa ekki mikið gaman að fótbolta. Já. En síminn er alltaf búin að rauðglóðandi alveg síðan að fórum í auglýsingar, þannig ég held að við ætlum að taka inn eitt hlustandi núna. Út að Saga, góðan dag. Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Það er góðu þáttur í okkur. Já, takk fyrir það. Ég er nú reyndar knattspyrnu áhugamaður en ég er gaman að heyra svona innanliðin á mollu. Já. Ekki að Markus eller því, hann hafa ekkert verið að ríði eftir í ykkar þátt. Nei, við hringdum í hann, sko. Já. Svo forvitin hvernig er hægt að vera með okkar viðhorf og breytast. Já. Ég var Markus að svona ganni að spyrja mig í gær hvað við ætlaðum að vera með í þættinum. Ég sagði hann frá því við ætlaðum að tala um fótbolta með augum þeirra sem að hafa engan áhuga á þessu. Það sagði mitt Markus svona, já, þegar ég var bara fyrir svolítið síðan, þá hafði ég bara engan áhuga á þessu, bara alveg sem þig og svo bara breyttist ég og byrjaði að áhuga. Þá stakk ég mér þess að sjálfur upp að ég ekki bara hringið og spallaði sig um það, en hann var ekki að tróða sér inn. Það var við sem hringdum í hann. Þá er ég alveg rólegur. Já. Þetta er gaman að heyra þetta líðaðstókar. Haldið áfram á Snömbröð. Já, takk fyrir það. Já, bless. Og meira dönskulu. Já, við skulum bara redda því. Já, þetta var enda norskt, er það ekki? Jú, þetta var norskt, já. Spilum Kim Larsen einhvern fyrir þig. Já. Herðu, takk fyrir þetta. Þið eru nú dönsku áhuga minn. Já. Algjörlega. Ég er svolítið meir en Gunni, sko, hann er ósáttari. Já. Herðu, takk fyrir þetta. Já, takk. Já, þessi er alltaf kannski að spyrja áhuga maður, en það finnst gaman að heyra líka liðin á þeir sem hafa ekki áhuga á þessu. En það er eitt ég hef búin að vera að pæla mikið varðandi fótboltan líka og sem tekist alls ekki svona atvinnumönnum eða neitt svoleiðist. Það eru lið sem að bara svona 10 ára pollar að keppa í og svona. Já. Og þeir eru að keppast að hafa bara gaman að þessu og eru að keppa á svona mótum sem eru oft hérna á Íslandi. En ég hef ekkert út á það að setja. En foreldrarnir sem að koma á leikina, þeirras pappar, þeir eru trompaðir þarna í áhörendastúkunni, öskrand á hina liðin og bara blótandi hinu liðin í sand og ösku. Já, og rífast í þjálfarinn og dómarinn og svona, þú veist alveg. Eftir leikin og bara tala um hann að við dæmt eitthvað vitlaust og þeir eru krakkar að keppa, 10 ára bara krakkar. Já. Herres, höldum aðeins áfram með síman, út að Saga, góðan dag. Jú, góðan daginn stókar. Góðan daginn. Hvað segir þið? Er alltaf fína bara, en þú? Jó, ég hefði nú alveg sæmulegt svo sem. Já. Þið eru að tala um fótboltan, já. Já, ég er nú einn af þessum sem hefur mikinn áhuga á því. Já. Þannig að þið sáuð ekki leikinn ekki eða eitthvað. Ég var eitthvað að fletta í sjónvarpinu og horfði á hann í svona 10 mínútur en það var ekkert markaðin upp og að koma þannig ég svona gafst upp, ég hafði bara enga þolmaði. Já, þú ert einn af þessum, já. Já, hann er bleið það. Já. Þannig, já. Þú hefur áhuga á fótbolta, segir þið? Já, jú, ég get setið í alveg, sko, bara allan daginn, sko, við að horfa á boltan, sko. Já. Og hef alltaf mikið gaman af að horfa á mjög margar boltagreinar, sko. Já, þú ert ekki fúll þó að Ísland tapi stundum?
en það svona, það rennur fljótt af manni, sko. Já, hefur eitthvað mann lent í miklu reiðiskasti eftir leik og mölvað eitthvað heima hjá þér, henniður eitthvað blómavasa eða eyðilagt eitthvað? Það hefur sem betur fyrir ekki gerst ennþá sem betur fyrir. Nei. Þú hljóma nú ekki mjög svona reiður eða æstur? Nei. Svona í síman. Kannski ekki svo típa. Nei, bara sallar og lögur. Strákar mínir, maður reynir að halda sinn niðri, sko, ha? Já. Maður verður auðvitað stundum æstur en jú, það rennur auðvitað fljótt af manni, sko. Já. Ég veit til dæmis til þess að eftir svona leiki eitthvað þar hérna á Íslandi og náttúrulega víðar að menn hafa verið að kýla í framrúðun í bílnum þegar þeir eru sest inn í bílnum að mölva rúðuna. Það var ofboðslegt afl til þess að mölva svona rúðu. Þessi menn ætti þá þetta bara verið í boxi, horfa á box, skilurðu. Já. Það verður að kýla í gegnum framrúðu. Já, það er nefnilega ekkert grín. Ég sé hérna menn sem að kannski er að fara að henda bílnum eða eitthvað. Já. Bílnum sinum ákvæða svona að best að pröfa að kýla alltaf náttúrulega að brjóta rúðu. Pröfa að kýla hana og brjóta hana. Ég er bara að drepast í hendinu og geta að brjóta rúðuna. Já, þannig í hversu miklu reiðiskasti þurfa menn að vera til þess að geta mölva svona heila rúðu. Framrúðuna, þetta er sterkt, sko. Já, heldur betur maður. Já. En áttu upp svona uppáhaldslið í útlöndum svona sem að skiptir menn frá öllum heimshornum, þú veist, einu sinni í mánuði og kaupir og selur? Veistu það, ég er harður Manchester United maður. Já. Og verð það alveg þangur til ekki deg. En ef það myndi skipta alla leikmenn í Manchester United og þau myndi allir fara yfir til dæmis Arsenal og allir úr Arsenal færi yfir Manchester United, myndir þá ennþá halda á Manchester United? Já. Já, ok. Ég get ekki skiptu lið. En þetta er bara eins og að halda með fyrirtæki, þú veist, Manchester United er eins og bara fyrirtæki. Já, sjálfsögðu. Bara eins og Marel eða Papco eða eitthvað dót sem bara kaupir og selur leikmenn og setur upp svona dót. Já, eins og gengur og gerist bara. Já. Þetta er eins og bara með hlutabréf, þau falla og svo hækkaðu aftur og allar pakkan. Já. Það er þetta rétt. Já. En hvað veist þér sem vorum að tala með náðan foreldrar sem fara að leiki hjá strákunum sínum, bara 10 ára strákar sínir að keppa og svona. Já. Finnst þér rétt að þeim að vera að gjamma svona óbáslega fram hjá öskrandi og blótandi á leikjunum, tala við dómara og þjálfara og ég veit ekki hvað eftir leiki og... Nei. Þá eru menn komnir alveg sko út í öfgar, sko. Já. Það þykir mér nú fyrir eitthvað fullgróft að fara að blóta og gera svoleiðis, sko. Já. Þá þykir mér nú foreldrar og forráðamenn ganga kannski full langt í þeim efnum. Já, ekki kannski sérstaklega góð fyrirmynd. Nei, langt í frá. Já. En erum við þakkuðum fyrir þetta? Já. Erum sömuleiðis? Já. Takk fyrir þetta. Já, bless. Já, þarna var eitt sem að harður Manchester United aðdáandi og hann er svo sannur sínu liði, hann myndi halda fram að halda með því þó að myndi allir leikmenninni fara yfir í Arsenal. Fara yfir Arsenal. Út að sagða góðan dag. Já, góðan dag. Góðan daginn. Það kom ég þannig bara að byrja að segja ykkur að Arsenal menn ekki vilja fá mennum úr innan United. Eru þið svona lélegir? Nei, ég er bara djóka. Herru, Já. Ég sé það hvernig að þú segist að hafa hort á 10 mínútur og hafur ekki erðið til að sitja? Já. Ertu ekki bara svo svakalega stressaður, þess að hefur ekki á þessu? Það getur vel, mér finnst alveg... Í knastbunduna, sko. Já, þú meina það? Já. Mér finnst alltaf lægi að heyra þegar Ísland hefur unnið, bara þegar ég heyri svona eftir á að Ísland hafi unnið leiki og svona, það er bara gott svona, en ég þarf ekki þess að þrá að fylgjast endilega með þessu og eins og með leikinn, vísu var það handbolti, en þó blöndið því aðeins inn, þegar allir ætlaði að fara að horfa á það þegar Ísland var að keppa við Frakka gullið. Ég stilti klukkuna bara því ég hef náttúrulega ekkert meira á handbolta heldur en fótbolta. Ég stilti klukkan, ég veit ekki, 10 mínútur í 7 á sunnudagsmorgun. Ætlaði bara svona að tekka hvort ég myndi nenn að horfa af því allir ætlaði að gera það. Já. Og mér er þess að bóðið í lúksushal í bíói og fylgjast með þessu, en ég nefndi þið ekki. Ég bara hugsaði að ég kíki bara á mbl.is eftir og sé hvernig þetta fyrr. Já, en mér finnst aldrei gaman að þeir að keppa eins og við leiknum að því gær, sko. Já. Ég vissi sá hann ekki, ég er bara í útvarpinu. Já. Það er að tala alltaf það, sko, þeir voru drullu lélegir að því gær. Já. Það er það dómarnum að kenna. Já. Já, þeir segja það var lélega eftir dómarinn í Belgíu.
Já, ég heyrði nefnilega á því. Já, ég held að sko Ísland vinni aldrei nokkuð tíma leikingnarsbyrnu eftir þessa dæma. Nei. Þegar við fáum íslenska dómara. Já. Vætum við nú kannski að fá hann Garðar Þór Hinriksson. Það sem voru að tala áðan hérna í saman, sko, fólk hérna hliðalínu. Já. Ég átti nú heima í Vestmannaeyjum einu sinni og það var hérna Polla móti þetta. Já. Og það tæði móti. Og það var alveg, sko, maður skammast í, sko, stundum fyrir foreldrina hvernig það höfðu sér á hliðalínu. Já, ég er bara... Þegar fólk að segja, sko, sparka við hann aftur. Þetta er, sko, það eru krakkar sem leika sér, sko. Já, og foreldrarnir náttúrulega sérstaklega pappanir öskrandi af öllu aflu, öskrandi þessi lungun. Kettlingarnir er ekki skárið maður, það er jafnvel verri. Er það virkilega? Já. Það eru snögtum verri en kallarnir. Já. Allavega í þessum litlu krakkum, sko. Já. Þú setja krakkan í taekwondo og þú vilt hann sé að sparka einhvern annan krakka, sko. Já, ég meina þetta er, sko, þegar ég sá þetta í eigin, sko, það voru ekki betri kettlingar, sko. Nei. En við vorum að tala það í síðasta þætti að við vorum ekki alveg vissir, það er einhver fjölskylda í Vestmannaeyjum sem er viðnefni Vító. Er það af því að pappin æfti alltaf víti á vellinum eða er það af því að pappin var í marki? Ég man ekki hvernig það var. Nei, en það man ekki hvernig það var, sko. Herri, ég þakka þið kærlega fyrir þetta, við erum að brenna á tíma. Já, takk fyrir það, já, bless. Já, við erum búin að tala hérna svolítið fótboltan með augum þeirra og eyrum sem hafa ekki gaman á honum. En nú erum við að fara yfir í aðra salma núna. Hér að koma hún Díana Lind Monsson sem ætlar að taka gítarinn með sér, söngkona og verður með 2 páfagauka talandi páfagauka með þessa og með þeir syngja með henni líka ef ég heyrt. Þannig að hér strax út 2 fréttir á útvarpi sögum þá heldur hinn eini sanni áfram.